byrjum á ályktanir fyrir dreifni í 2 þýðum og við notum var.test og aftur við erum með púls.úrtak dollari og við ætlum að skoða fyrri púls og svo setjum við tildu og púls.úrtak og námskeið. Keyrum það og við fáum svona frekar dæmigjart úttak að hér höfum við þetta er sem sagt F-próf og sem sagt undir 0 tilgátu fylgir prófstærðin F-dreifingu. Þetta er gildið á prófstærðinni F = 0,577. Ef við værum að vinna í höndunum þá myndum við kanna hvort að þetta gildi falla á höfnunarsvæði. Þetta eru fjöldi frígráða fyrir prófið í sem sagt nöm og dínum sem sagt nefnara og teljara og nefnara. P-gildið 0,08904 og aftur við miðum hérna við alfa = 0,05 svo við erum nú svona á mörkunum en P-gildið er hærra en alfa svo við höfum ekki sýnt fram á að það sé munur á dreifni í þýðunum. Hér er öryggisbilið fyrir hérna hlutfallið og hér er sem sagt úrtaks hlutfallið. Þá myndum við skoða dreifnina í úrtökunum 2 og hlutfallið þar á milli. En eins og ég segi þetta er prófstærðin og hér höfum við P-gildið og neðra og efra markið. Nú ef við sem sagt erum með fleiri en 2 þýði að þá getum við nota Bartlett test og hér erum við að skoða sem sagt normaldreif þýði. Við hérna mötum aðferðirnar nákvæmlega eins og við ætlum að skoða fyrri púls og nú ætlum við að hugsa að við séum með 3 þýði og það er sem sagt þessi stundar litla líkamsrækt, meðal líkamsrækt og mikla líkamsrækt. Athuga hvort að munur sé á hvað er ég nú að gera hér. Já, ég er ennþá hérna í var.test, Bartlett ætlum við að gera núna, Bartlett prófið. Þessi prófstærð er nú yfirleitt ekki sýnd svona í inngangsbókum en þið getið googlað hvernig hún lítur út. Að hér höfum við gildið á prófstærðinni. P-gildið hér er 0,003612 svo hér getum við hafna 0 tilgátu og við segjum að breytileikin eða dreifnin er mismunandi í þessum 3 þýðum og við erum sérst að skoða breytileikan eða dreifnina á breytunni fyrri púls. Bartlett prófið ef við erum að vinna með þýði sem fylgja normaldreifingu þá skulum absolutt nota Bartlett prófið en ef ekki þá er Leven prófið og það er til leven.test við mötum hann á nákvæmlega sama hátt en hún tilheyrir CAR pakkanum þannig þurftu að byrja á að ná í hann og keyra library CAR áður en þið notið Leven prófið. Og þá er það meðaltölin að byrjum á að hugsa meðaltal í einu þýði við erum með 1 þýði og við erum að skoða 1 eiginleika og við viljum kanna tilgátu að meðaltal þessa eiginleika sem við erum að skoða er jafnt og μ0 sem er eitthvað gildi sem við sem sagt ef ég ætla að kanna tilgátu að meðalhæð væri 1,70 á móti að meðalhæð væri ekki 1,70 þá væri μ0 hérna 1,70. Þannig að þetta eru tilgáturnar, öryggisbilið, neðra markið og efra markið og til þess að kanna nákvæmlega svona tilgátu að í ákveðnum tilvikum þá er þetta að nota sem sagt, þá notum við setapróf en þá þurfum við að gera ráð fyrir að við þurfum að þekkja þá dreifni í þýðinu sem við þekkjum nánast aldrei þannig að það er nú sjaldnar sem við notum það þannig að við ætlum bara að skoða T-próf og ef þýðið, ef við getum gert ráð fyrir að þýðið fylgir normaldreifingu þá megum við nota T-prófið og þá skiptir ekki máli hvað úrtakið er stórt
En ef við erum með stórt úrtak við miðum átt við 30 þá getum við nota T-próf til að kanna svona tilgátu og smíða öryggisspil og þá skiptir engu máli, við þurfum ekki að gera ráð fyrir að þýðið fylgi einhverju ákveðinni dreifingu eða sem sagt eiginleikin. Nú við notum sem sagt T-test og ef við mötum hana með nafninu á einni breytu þá framkvæmur hún T-próf fyrir eitt meðaltal, það er að segja nákvæmlega þetta hérna próf. Svo eru einhverjar aðrar stillingar og við skulum bara skoða hérna help T-test gerum það og það eru sem sagt stillingarnar alternativ ef við erum með sem sagt sjálfgefna er að við séum með tvíhliða próf en ef við erum með minna eða stærra þá þurfum við að breyta því. My hérna sem kallast my hér það er þetta gildi hér. Sjálfgefið er 0 og en ef við erum með tilgátu sem eins og vorum með áðan 1,70 þá þurfum við að breyta þessu gildi hérna my væri þá jafnt á 1,70. Paired, við skoðum þá eftir, það er ef við erum að gera parað T-próf. Var.equal, við skoðum það líka á eftir þegar við förum að bera saman meðaltöl í tveimur þýðum. En conf level, það er eins og áður að við viljum eitthvað annað heldur en 95% öryggisspil þá breytum við þessari stillingu hér.